right here, a new modern jam. I'm on fire, the new Burning Man. She paid the view, that's an on demand. He geek man, brought him home from France. This shit punk, put it on the Bible. I like a bi girl on a bicycle. Get it, get it, get it, get it, get it. Get it, get it.
attract, protect your heart. I'm waiting in line, return, refine a new design. In time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna, you just wanna take it off? Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Impress. Take it off. Slow, steady, undress. Success.
there, half a half calling. Do you see me now? Just wanted to let you know what a turn on it was to finally reach the biggest climax of my career. Collaborating with Tolu Nulu Nulu. Get ready because they've been working long and hard to give you the biggest, roundest, fattest track to wiggle wiggle your monkey to. Don't be jealous. Sounds. Frysta rassa, fleiri rassa, meiri bassa. Haffi, ha! Ekki að vakna klukkan 6, fá sér kaffismellu, taka stræt og læri honum spjalli, pólitík við gælu. Prófið í fyrsta tími, lætað ekki stoppa mig. Í latínu söfnunum, það mun sko ekki toppa mig. Ég verð hæstur í bekknum að háum stall og það lega toppum með 1000-fall. Stundar smá sinnismenn, send ekki SMS, læra alltaf heima og glími við stress. Hérna líður mér ekki vel, ég á ekki heima hér. Af hverju MR? Jú, mamma var í læknisfræðin og hún sagði að MR væri langbesti grunnur. Pabbi var líka í MR og hann sagði að það væri bara einn skóli á landinu. Það er 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 bara motherfucking einn skóli á landinu. Það er bara 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 motherfucking einn skóli á landinu. Þegar ég samt pæli því þá fíla ég samt ekki að reykja. Hata strætó og elska sofa því ég ætla ekki að neyta. Ef ég þarf að mæta í annað próf þá mun ég drepa mig. Filios meos interfísetin cerebro langueo. Langar svo mikið að komast burt, hvað get ég þá annað getandi spurt? Gerðu það herr með sjálfa mér, ég mun ávallt fylgja þér. Hérna líður mér ekki vel, ég á ekki heima hér. Finnst mér leiðilegt í MR? Nei, leiðilegt er svo leiðilegt orð. Ég kýs heldur að nota orðið ekki skemmtilegt. Já. Það er bara einn skóli á landinu. Það er bara einn skóli á landinu. Það er bara einn skóli á landinu. Það er bara motherfucking einn skóli á landinu. Það er bara 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 motherfucking einn skóli á landinu. Komið með mér í heilsueflandi framhaldsskóla, draumahöll og fögur paradís. Viljið þið að á ykkur sé hægt að stóla í kjarna íslensks verslunarlífs? Það er bara einn skóli á landinu. Það er bara einn skóli á landinu. Það er bara
Halló. Við verið öll hjartanlega velkomin á þessa viðureign Menntaskólans í Reykjavík og Verslunarskólans. Ég heiti Magnús Birnir og ég verð fundastjórinn ykkar í kvöld. Ég ætla að kynna dómara kvöldsins. Það eru þau Unnur Elín Sigurðardóttir, Embla María Möller Atladóttir og Arnar Kjartansson. Já, erum við ekki bara að byrja þetta? Gangi öllum vel. Klara og Jakob. Og tímaverðir Klara frá Vestló. Og Jakob! Og Vestló byrjar að koma á svið, ekki? Já, Vestló.
Jæja. Jæja. Reynum að láta þetta ganga svolítið hratt fyrir sig. Takk fyrir þetta Vestló og MR. Fyrst upp í pontu vil ég bjóða liðsstjóra meðmælanda, Andreu Ösp.
Íslendingarnir. Ég elska þetta umræðefni. Love, Ísland, Ísland. Ég elska Ísland, Ísland. Nú ætla ég að lesa ljóð. Já, þessi gjalla, hún allt of sjúk í mig. Hún að gera sig sæta bara fyrir þig. Já, þessi gjalla, hún allt of sjúk í mig. Hún að gera sig sæta bara fyrir þig. En nú ætla ég að kynna lið Verslunarskólans. Frummælindin okkar Sólveig Áróra. Og meðmælandir engin önnur en Anna Sander! Og seinast en ekki síst það stuðningsmaðurinn okkar fucking Arndís Emma Baldursdóttir! Og svo erum við með 4 liðsmenn út í sal, en það eru Eva Margrét og Bára Katrín, Elísa María og Katrín Ír. Sjálf heiti ég Andreas Pansen og liðsstjóri Vestló. Takk, Andrea. Næst upp í pontu vil ég bjóða liðsstjóra andmælanda, Kristján Dag! You ladies all right? Fyrir þá sem ekki vita, þá eru sum morfíslið með hefð fyrir því að liðsstjórinn fær ræðu frá þjálfurum fyrir keppni sem hann má alls ekki lesa. Það er svona hefð hjá morfísþjálfurunum mínum að þeir gleyma því að ég sé til. Þeir bókstaflega tóku ekki eftir mér alla vikuna, þannig að þeir voru ógeðslega sáttir í morgun þegar þeim var sagt að það væri 4. maður með á sviðinu að skrifa svör. En ég er orðinn þreyttur á því að koma alltaf upp í pontu og kynna liðið mitt beint. Mér finnst líka sanngjarnt að fólkið í bláa skrimslinu fái aðeins að kynnast honum Ristjáni. Það er nefnilega sjúklega fyndin tilviljun að tímaverðir séu með vaskljós. Jakob, fílarðu vatn? Fyndið, ég er nefnilega 60% vatn. Hey Jakob, fílarðu skák? Fílarðu háar tölur? Hefur einhvern tímann deytað einhvern tímann með yfir 1800 ELO á Chesterton? Þú alltaf að veist að ég er mjög vanur að meðhöndla drottningar á borðinu mínu.
kenna þér drottningabræði og við getum tekið nokkra leiki. Þú ert alveg svona típa sem ég væri til í að máta. Allavega, þið megið kalla mig Bobby Risser hérna í frá. Það er komið nóg af þessu rugli. Morfíslið MR er svohljóðandi. Frumalandi með sleipustu hendurnar á Vivaldi-vellinum er Halldór Kári Þórhallsson! Meðmælandinn okkar er ungfrú fokking Austurstræti, Nína Rajani Tryggvadóttir! Stuðningsmaðurinn er all bark and all bite too, Ísold Hamar! Liðsstjórinn okkar út í sal hefur aldrei tapað í geogesset og stýrir leynilegum Fight Club í bílakjöllurum, Diljá Karen Kjerúl Kristófarsdóttir! Sjálfur heiti ég The Risterious, The Risley Bear Pickiris, sjálfur Ristján Dagur og er liðsstjóri í kvöld. Takk fyrir þetta, Kristján. Hann langar að bjóða upp í pontu frummælanda meðmælanda, hana Sólveigu Áróru. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Finally! Eitthvað skemmtilegt umræðefni í Morfís. Ég hef aldrei fílað Morfís neitt svaka mikið, en það er alltaf einhverju krakkar á aldrinum 16 til 8,5 að þykjast vera með lausn á vandamálum heimsins. Umræðefnin er alltaf eitthvað ógæðislega boring, eins og heimur versnandi fer, framtíðin eða maðurinn er heimskur. Þess vegna var svo geggjað þegar MS stakk upp á þessu umræðefni. Love Island Ísland. Hversu fokking mikið snillt? Jú, ok, smá steikt. Þessi þáttur er náttúrulega ekki til. En við erum það bara að fara að ræða þetta á einhverjum hugmyndafræðilegum nótum. Svona svipað og umræðefni væri ræðanina Diljáar í MR. En við erum hérna, við verðumst að hafa eitt á hreinu. Svona 75% af liðinu hérna inni hafa horft á Love Island. Og svona 98,3% af liðinu hérna inni myndu horfa á Love Island Ísland.
og þessi yfirgnæfandi meirihluti sem að hefur horft á Lofaland hefur haldist óbreyttur. Heimurinn er ekki að farast. Staðalímyndir, geðræn vandamál og fylgikvillar voru til fyrir og munu vera til eftir að Lofaland Ísland stígur sem fyrstu skref. En þegar allt kemur til alls eru raunveruleika þættir byggðir upp á raunveruleikanum og raunveruleikin er ekki fullkominn. En þetta var sem bara veisla og ekki Gústa B. veisla, heldur meira svona Gummi Emil að öskra á skýin veisla. Imaginaðu þetta í kvöld á ástfangin. Ég held ég sé að vera ástfangin að þér, Guðbergur. Sömuleiðis, Rósa Lind. Ég held að ef Bombuskil myndi labba þinn myndi hausinn minn ekki snúast. En svo labbar Ingileif Bombuskil inn og þá segir hann við hana: Ég trúi ekki að ég sé að segja þetta, en hausinn minn er búinn að snúast. En karfan mín er full af eggjum þannig að ég loka þér af. Ég meina, værum við ekki bara flest til í að horfa á þetta? Ég held það allavega, og er það ekki bara eina sem skiptir máli í þessari umræðu þátt sem er ekki til? Sem sagt, hvort þetta væri ekki bara gott TV? Því ég skil ekki alveg hversna MR vildi svo mikið keppa þessa keppni og bara til að vera á móti. Eru þau í alvörunni svona leiðinleg eða sjá þau bara eitthvað sem að ég sé ekki? Lofaland eru bókstaflega einir vinsælustu þættir sem til eru. Drama, ástarþrýrningar og meira drama. En svo er það líka bara hluti af heildarmyndinni. Ég meina, ég horfa ekki á það sétti sem er á RÚV, en ég ætla ekki að banna MR-ingum á að horfa á Séra Brá. En ég ætti að stoppa þau í að fara að kötta mögulega stærsta móment í íslenskri menningu seinni tíma. En, ok, svo er líka annað í þessu. Lofaland er til. Það eru 69 seríur í 25 löndum þar sem að Lofaland er til. En MR ætlar ekki að taka afstöðu gegn þeim, heldur ætlar MR að útiloka íslenska útgáfu. Ég held að MR-ingar verði einhverjir íslensku rúngarar. Ég veit allan að ég myndi peppa eitt stykki ramm íslenska Lofaland-seríu. Það er rauninni miklu nærtækara að varpa umræðarnum svona. Í raun bara hvort maður peppi íslenska seríu á Lofaland. En þeir eru sem svo gæinn í aftursætinu sem nærði ekki að hann sé ekki að keyra. Nema, ykkur var ekki einu svona boðið í bílinn. Þið eru bara þarna. Skoðunin ykkar skiptir bara engu máli. Og líka, þessi bíll er ekki til. Það er enginn að keyra. Enginn. Því að það er ekkert annað en bara hugmynd. Bara nákvæmlega eins og hugmyndir íslenskt Lofaland. En þið eru á móti þeirri hugmynd. Eru þið á móti að það veri gott sjónvarpsefni eða hafið einhverjar duldar ástæður? Hvern eru þeir að standa vörð? Ef við skoðum hverjir hafa hagsmuni af þessu þá eru það í grunninn 3 hópar. Númer 1, keppendurnir. Og þeir skrá sér sjálfviljugir í þetta. Númer 2, áhorfendurnir. Og þau horfa sjálfviljug á þetta. Og númer 3, framleiðendurnir. Sem framleiða þetta sjálfviljugir. Og því spyr ég, með hverjum standið þið þetta? Þið eru allavega ekki að standa með okkur áhorfendunum. Við viljum horfa á þetta. Þið eru ekki að standa með keppendunum. Þeim langar tíma að jólka og þá eru bara eftir framleiðendurnir. Sjónvarp Símans, sem skilaði 38 milljarða hagnað á síðasta ári. Er það hagsmunahópurinn sem er að verja? Býtu, er það ekki Vestló sem á að elska peninga eða? Well, how the turn tables. Góði gestir, þetta er náttúrulega eitthvað meira en það. Þetta er bara eitthvað skemmtilegt sjónvarpsefni sem að er ekki eins og mikið til. Hvert er vandinn? Það er ekkert vandinn. Bókstaflega ekki neitt. Nema kannski ársreikningur Símans eða skemmtanagildi línulegra dagskrár. En Sólveig talar ekki það tungumál. Sólveig talar íslensku og Sólveig vill sjá Lofaland Ísland á skjánum í vetur.
Sólveig talaði í 4 mínútur og 40 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða frummælanda, andmælanda, Halldór Kára Þórhallsson! Ég og Sólveig vorum að chilla saman heima við henni daginn. Eftir að hafa setið saman í óþægilegri þögn í 28 mínútur ákvað ég loksins að spyrja. Hvað Sig, hefur ekki að horfa á einhvern þátt eða eitthvað? Hverju mælirðu með? Hún hugsaði sig með smástund og svaraði þessu. Ég mæli með Love Island Ísland. Já, ok, sagði ég. Býtu, er það eitthvað sem til? Nips. Ok, er ekki smá skrítið að mæla með einhverju sjónvarpsefni sem er ekki til? Þú veist, af hverju viltu ekki bara frekar mæla með Breaking Bad, eða Simpsons, eða Næturvakt? Ég veit það ekki. Þú veist, einhverju sem er actually til og við getum horft á. Ups, mér finnst það svo góð hugmynd. Þá sagði ég, ok, og byrja að bakka hægt með fyrir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, ég er bara að djóka. Við Sólveig höfum aldrei chillað saman í óþægilegri þögn og ég veit alveg að Vestló getur mælt með hlutum þó svo þau sé ekki til í alvöru. En þið þurfum þá bara að byggja pólísina á einhverjum staðreyndum en ekki bara skoðun. Og því miður fyrir stelpurnar í Vestló þá eru staðreyndirnar svo sannað ekki með þeim í liði. Þegar við pælum aðeins í Love Island Ísland og skoðum söguna, hugmyndina og framkvæmdina þá kemur það svo augljóslega í ljós að þetta er dæmi sem er aldrei að fara að ganga upp. Í fyrsta lagi þessi pæling frá Vestlónaskólanum langt frá því að vera tímamótakennd eða mögnuð. Ekki haldið því þessu fyrstu Íslendingar til þess að hugsa var ekki fucking fyndið að vera til svona íslenskt Love Island? Haldið þið virkilega að fólki sem ræður öllu á sjónvarpi Símans og Stöð 2 hafi bara aldrei pælt í þessu? Það er alveg 100% búið að ræða þessa pælingu í fundarherbergjum í Ármúla. Það er bara sem betur fer engin nógu vittlaus til að gefa grænt ljós á þetta. Það er alveg ástæði fyrir því að sjónvarp Símans ákveður bara að sýna Love Island í staðan fyrir að framleiða íslenska útgáfu. En hvers vegna allir Síminn og aðrar íslenska sjónvarpsstöðvar sé ekki að framleiða íslenska raunveruleikaþætti um ástina eins og Love Island Ísland? Ég kynni til sögunar Ástarflegið, íslenska Bachelorinn og Tinderlaugina. Á 5 ára fresti stígur uppi metnaðarfullur Íslendingum fram og ætlar að gera rómantíska raunveruleikaþætti. Og útkoman hefur alltaf verið katastrófisk. Hvernig heldur Vestló að þessi þættir hafi gengið? Heldur Vestló kannski að Ástarflegið hafi grætt of mikinn pening? Að íslenski Bachelorinn hafi fengið allt of mikið áhorf og að Tinderlaugin hafi orðið allt of vinsæl? Ó nei, þessi þættir eiga allir sameiginlegt að hafa gjörsamlega floppa. Þessi þættir fengið elda, gleymd að kveikja á eldarvélinni en náðu samt einhvern veginn að brenna matinn. Ef þetta hefði virkað, þá varum við með nýja íslenska Bachelor-seríu á hverju ári og Tinderlaugin var á blússandi siglingu. En nei, það hafði ekki viljað framleiða íslenska Bachelor-seríu síðan að árið sem ég fæddist og þau sem gerðu Tinderlaugina skömmuðu sín svo mikið að þau eyddu bókstaflega öllum þáttunum út af netinu. Vestló, blái salur, ef það væri í alvöru svona geggjum pæling að gera íslenskar útgáfur á raunveruleikaþáttum um ástina, þá væri verið að gera það. En ólíkt kjánaprikunum í Vestlóliðinu þá veit fólk í þáttagerðarbransanum að þetta er bara dæmi sem er aldrei að fara að ganga upp á Íslandi. Til að byrja með erum við öll skild, þau sem eru ekki skild eru kviðmáar og svo þekkja allir fyrrverandi hjá öllum. Þú veist, það skemmtilega við Love Island í útlöndum er að þau þekkjast ekkert fyrir að mæta og eru að kynnast hvort öðrum í þáttunum. Í Love Island Ísland þá væri það ekkert stað. Þegar nýrgaur mætir í villuna fara gælurnar ekkert að hvísla hvað hann er heitur. Nei, fyrst segir ein gæla að þessi gæði sé fyrrverandi bestu vingur. Svo kemur næsta og segir hann sé frændi sinn og svo kemur ein og segir að hún hefði heyrt að hann sé frekar tæpur. Eða, þú veist, mjög tæpur. Við erum einfaldlega bara allt of fá fyrir þetta. Það þarf að minnstakosti 40 keppendur bara fyrir eina seríu af Love Island. Haldið ég virkilega getið fundið 40 manns á Íslandi sem eru undir 30, á lausu, ekki skild,
þekkjast ekkert og eru til í að vera á sundfötunum í 50 daga fyrir framann alþjóð. Jafnvel þó svo okkur myndi takast til að finna fólk til að taka þátt í þessu, þá er þetta líka svo fucking ópraktísk hugmynd. Vitið þið hvað Love Island Ísland kostaði Bandaríkjunum í fyrra? Það kostaði 4 milljarða í íslensku krónum. Love Island Ísland væri dýrasta sjónvarpsverkefni í Íslands sögu. Það væri dýrara en Verbúðin, Ófær, Stella Blómkvist, Hver er Hugo og það byrja svona 17 áramótaskort til samans. Jafnvel þó sem myndi gefa okkur það að Ísland geti gert það helmingi ódýrari en Bandaríkin þrátt fyrir að launakostnaður á Íslandi sé 2-falt meiri, þá myndi það samt kosta 2 milljarða. Vitið hvað sjónvarpssímastétt var með marga áskrifendur bara til þess að koma út á núll? Við skulum reikna þetta saman. Áskrifti á sjónvarpi Símans kostar 8.000. Ok, þannig 2 milljarðar króna deilt með 8.000 gerir inni. Ekki nema 250.000. Samkvæmt ársreikningi Símans í fyrra voru 53.000 manns með áskrift. Þannig þurfi ekki nema að ná tæpum 200.000 áskriftum í viðbót. Það gæti reyndar orðið brekka því það eru bara 190.000 heimili á Íslandi. Þannig til að geta framleitt Love Island Ísland þá er þetta verst að láta Síman hætta að framleiða allt annað, neyða heimili á landinu til að kaupa áskrift, byggja 60.000 nýjar íbúðir, fá fólk til að flytja og kaupa sér áskrift líka. Þetta er bara pæling sem gengur ekki. Góðu gestir, þegar það kemur á Love Island Ísland þá er hugmyndin léleg, framkvæmdin myndi ekki í gangu og ef einhver væri nógu heimsku til að reyna að framleiða þetta þá myndi sá hinn sami tapa gífurlegum fjárhæðum á. Þetta vitum við og þetta vita líka allir sem koma á dagsakjörð á Íslandi. Þess vegna er ekki nema þið að mæla með þessu. Þetta er ótrúlega einfalt. Það væri lengur búið að framleiða Love Island Ísland eða það væri frábær pæling. En þetta er ekkert frábær pæling. Hún er bara frekar fucking sökkur. Halldór talaði í 5 mínútur og 5 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða meðmælanda, Önnu Sonde. Þú hefur 7 mínútur. Þú hefur 7 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Þrjátíu sekúndur. Mig langar að fara með ykkur í smá ferðan. Imagine þetta. Þú situr á sundlaugarbakka í Mallorca, heit gola sleikir á þér tærnar og ekkert nema gleði og hlátur þig. Þú stendur upp og þar blasir við þér engin annar en Nökkvi Fjalar. Hann kemur upp að þér og segir, komdu að tala við mig? Já, Nikki, ég svaf til. Þið lappið saman í átt að baunabókunum og fáið ykkur sæti. Hann segir við þig, fílaru Imagine Dragons? Já, ég hlustar smá á þá. Imagine Dragon these nuts on your face. Fokk Nikki, þú ert svo geggjaður, svo fara í sleik. Þetta kalla ég alvöru sjó. Að fá að fara í sleik við Nikka Fjalar. Eða, enn betra, að horfa á vinkunina í sleik við Nikka Fjalar. Þetta væri svo gott content og samkvæmt mjög valið rannsókn þá myndi fólk éta þetta í sig. Hér sjáu þið bara svart á hvítu hvað fólki finnst þessa hugmynd. Myndirðu horfa á Love Ísland? Já, ég var til í það, sko. Já. 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 Já, það. Já. Nei. Ég veit það, kannski svona fyrir forvitnisækir. Ég myndi örugglega horfa bara í forvitninni. Já, bara pottet. Já. Nei. Ég myndi horfa á Love Ísland. Já. Ég myndi kannski horfa á fyrsta þáttinn til þess að sjá hvað það eru. Nei. Já, upp á forvitnina, en þetta væri þetta mjög kryddstætt. Já, ekki spurning. Þarna sáu þið bara í svarthvítum hvað fólk væri til í þetta. Er það ekki það eina sem skiptir máli? Að fólk vilji þetta. Því við erum bara að tala sjónvarpsþátt. Og 5 af 6 manneskjum sem við spurðum eru til í þetta. Þetta eru 84%. Það er hærra en hlutfallið af emmenningum sem fara í sturtu. Talandi sturtur, Halldór kom upp í pontu að tala hversu óhagkvæmt þetta verkefni yrði. Hvað eigi svona mörg hlutabréf í símanum eða? Þetta er eitt mesta djók sem ég hef heyrt. Hvað? Haldið að þetta yrði sett í fjárlög eða? Að RÚV muni taka þetta á kassan? Þeir eru bara að gefa ykkur eitthvað rugl og það sjá allir í gegnum þetta. Umræðan er Love Ísland, ekki íslenska ríkið á fjármagna sjónvarpsþáttagerð. Dragi eitthvað betri rök úr raskandi. Halldór sagði að Ísland gæti ekki gert gott sjónvarpsefni. Sorry, en þetta er versta take sem ég hef séð. Tökum til dæmis Tindilaugina. Hún var kannski ekkert besta framleiðsla í heimi, en það var akkurat út af því að það var svo cringe að sjá þetta lið í hardrock-hjallarinu með Línubyrgit að kónga yfir sig. Það er það sem gerir það skemmtilegt tí, ekki hversu vel Egill Blöndal stóð svo á myndinni. Og Halldór, jafnvel þótt frænka myndi vera með þér í Love Island, þýðir ekki að þú þurfir að ríða henni. Þetta er ángríns ekki problem, það er enginn svona veikur nema þú. Halldór byrjaði á að segja að þættirnir Love Ísland væri ekki til, en spurði okkur svo hversu mikið Love Ísland kostaði í Bandaríkjunum. Í fyrra, eru þeir til? Svo fór hún líka að telja þætti sem hafa floppað. Ok, Halldór, má Love Ísland þá bara ekki fara í framleiðslu eða? Bara því ég fokkaði upp köku sem ég bakaði daginn, má ég þá ekki baka nýja? Halldór, það er enginn tæpur nema þú. MR er strax orðið það rökþrótta að þau sögðu að Love Island henti illa fyrir Ísland því við erum of fá. Veistu, Halldór, ég skildi ekki, en meir það síðar. Góði gestir, mig langar að kasta boltanum yfir til MR og vona að Halldór Kári missa mig.
Þau get ekki flúið þetta eins og Gabby Dwayne og Hérastómi Reykjavíkur því við erum ekki sofandi. Þið getið ekki flúið þessar staðreyndir. Það má búa til þátt. Sá þáttur þarf ekki að þjóna samfélagslegu markmiði og það þarf ekki að horfa á þátti. Anna talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða meðmælanda Nínu Rajani Tryggvadóttur. Þú er 7 mínútur. 4 mínútur, ásækja þetta. Þú er 1 mínútu.
bókstaflega enginn sem lætur svona nema gellurnar í Vestló. Stelpur, þetta er í alvörunni ekki svona spes. Ég skil alveg að gera eitthvað svona til þess að mæla með kvenréttindum eða öðru seti sem actually skiptir máli, eða bara einhverju sem er actually nice, eins og stór hlöllabátur, danski hjólabrettastrákar og handakróni. En þetta reaction með að fá ekki Love Island Ísland er way off. Í fyrsta lagi langar að spyrja ykkur, mun eitthvað breytast á Love Island Ísland fyrir ég gangi þess að keppni? Ætlar bara að besta að posta vídeó sér að jeppum mikilvægast á Love Island Ísland á meðan hún auglýsir Stratur-súkkulaði? En nei, verra, út í 15 sekúndna stef og syngja það í veislinn með Gústa B. Stefnir, smakki aðeins á. Þú veist, eru það eitthvað pirraðar? Eru það á túr eða eitthvað? Er þetta svona eitthvað sem vinkun eitthvað sagði við ykkur þegar í alvörunni alltaf mikið vinkun? Svona girl to girl, skilur, strákar fíla ekki alveg sem eru svona. Já, þetta var svona eðal gasísing sem ég lærði af Love Island. Því ekki nóg með það að Love Island Ísland sé bara skrítin pæling, þá er líka fullt af fokkum sitti sem sé þættir neður bara viðkvæmast. Eins og þegar Tassa í seríu 8 sem er heyrnarskert var bókstaflega lögð í einelti og gasist af körlum í viljunni. Love Island segði bara já, sínum öllum heiminum þetta, og þetta er svo sérstaklega sjúkt þegar stærsti áhörfendahópurinn þeirra eru bókstaflega krakkar á aldrinum 13 til 22. Þegar mótanlegustu einstaklingar samfélagsins alast upp að horfa á drast eins og þetta, þá kemur ekki á óvart að þriðjur strákur kemur illa fram í gellur og hver einasta stelpa á í óheilbrigðu sambandi við líkamann sinn. Vestló tala bara um að það eigi eftir að vera algjör veisla. Það eru 3 ástæður fyrir því að þetta er glataður tónn. Í fyrsta lagi er ekki hægt að byggja pólisin á forsendu og getgóðum. Í öðru lagi þá þurfi að koma staðreyndir en ekki skoðanir, og í þriðja lagi þá gengur ég að mæla bara með ykkur af því að haldi að það geti kannski verið næs. Vestló virðist líka búin að gera ráð fyrir góðum viðbrögðum í samfélaginu. Þau eru að ofpeppa þetta í drast en vita ekki hvernig þetta verður. Það er eins og stjórnmálamenn lofa fögru bara til þess að ná kjöri, án þess að fyrir mig neina haldbæra áætlun að ná því fram. Það þýðir ekki bara að láta eins og þetta verið algjör snill. Þið get ekki afsakað að hugmyndin og framkvæmdin er fjögur með því að segja að það geti kannski verið tekið vel í það. Það er ekki nóg til að mæla með. Anna Tindurlaugin var það slæm að henni var eitt af netinu. Þetta er glataður punktur. Svo spurði Anna hvort að hún mætti ekki baka nýja köku eins og síðasta feilaði. En Anna, ef þú notar ekki sömu uppskriftina, þá kannski feilar hún ekki. En ef þú notar nákvæmlega sömu uppskriftina, þá feilar hún væntanlega aftur. Anna liti svo peningur væri ekki hluta af umræðunni. Anna, hvað myndi hrinda þessari geggjuðu hugmynd í framkvæmd? Hvað myndi fjármagna Mallorca gulu draumunum? Já, einmitt, peningar, hættið þið að láta eins og þetta sé nóg að koma með mögulega skemmtunargildi og mæta okkur í umræðinni. Anna og Sólveig hættu ekki að tala um að þetta megi gera þessa þætti. Og við erum sammála því, við mælum bara á móti því hugmyndin er hlutin og þátturinn er mynd flott. Og Sólveig spurði mig hverju við stöndum ekki með neinum, heldur erum við bara að útskýra af hverju þetta væri hluta hugmynd. Og Sólveig, þú verður ekkert fyndan ef þú flytir ræði í hörmundu frágrönd. Og Sólveig, auðvitað er heimurinn ekki að fara að farast, það er ekki alltaf til góðir gestir. Vitið þið hvað ég elska? Ég elska ekki þetta næpur blendrotation sem komst í ræðulið Vestló. Rúsín þetta með rabbetið þarna heiminn. Á hvað í alvörunni að klæða sig upp og klæða sig bara til þess að mæla með Love Island Ísland. Ekki bara þetta ópraktískt, alltaf og ómögulegt í framkvæmd eins og Halldór sagði. Þá er líka bara enginn nema þið að berjast fyrir þessu. Instagramið mitt er @mina.3.1. Getið mikið ljóð!
Lína talaði 3 mínútur og 58 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða stuðningsmann meðmælanda Aldísi. Þú hefur 4 mínútur. Þú er 1 mínútu.
fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ef ekki Love Island Ísland, hvað þá? Nei, svona í alvöru MR, hvað þá? Hvað eigum við að gera í þessar 6 vikur sem að Love Island Ísland yrði ekki okkur skjá? Eigum við að horfa á Barnaby, Séra Brown, Landan, fréttir? Nei, það held ég ekki. Sæk! Nei, Aðaldís, hún rúlar sko ekki svona. Ég er ekki mættinga til að spúa einhverju fokking eitri í raskæti á okkur, haldandi fram að þetta sjónvarpsefni sé eitthvað annað en það er. Bara eitthvað annað en gott TV og að við séum að reyna að breyta heiminum með þessar ræðukenni. It's not that deep, bruv. Við erum bara að ræða einhverja sjónvarpsefni. Og það er nú bara þrennt sem við þurfum að muna þegar við ræðum hann. A. Hann verður skemmtilegur. B. Hann verður gaman. C. Hann verður fyndinn og hann verður sýndur klukkan 8 öll kvöld. Eða bara 19:30. Við vitum það ekki. Það skiptir engu máli. Ekkert útvarpsatriði skiptir máli í umræðinni hér í kvöld. Þessi þáttur, hann er ekki til og hann verður kannski ekki til. En hei, hann væri samt alveg fokking skemmtilegur, legend vara. En MR, hver sagði? Hver skeyti í kaffi? Af hverju er ykkur bara ekki sama? Er hamarinn í alvörunni svona hrædd við að komast ekki inn í þættina að hann ákvað bara að taka harða afstöðu gegn sjónvarpsefni sem væri bara skemmtilegt? Það er enginn að fara að segja mér að kúbeini væri ekki geðveikt til í að stilla sjónvarp símans, halla sér aftur og njóta fokking veislunar. Ég væri svo til í það. Wait. Já! Strákar, tekið skref fram en fyrir party saman í æðarlýsing. Vása! Baldur, af hverju ákvæmst þú að stíga fram? Sko, þið eru alveg típuna mínar á blaði, en ég vel þennan þarna, þennan sexy hang þarna. Kottu sæti og hlustaðu, ég er með svör. Nína kom með þessa innihaldslausu ræðu og talaði óraunhæfa fegurðarstaðlana sem birtast í Love Island og kann hafi slæm áhrif á líkamsímynd kvenna. Það eru óraunhæfir fegurðarstaðlar í nær öllu sjónvarpsefni sem hefur verið gefið út frá upphafi. Þetta er rótgróið vandamál sem á sér ekki stað í þessari umræðu. Það mun ekki breyta neinum fegurðarstöðum ef við setjum upp Love Island Ísland á Íslandi. Hver veit kannski? Kannski mun Ísland breyta þessu. Við vitum það ekki. Þessi þáttur er ekki til. Og Nína talaði að Love Island Ísland síni eitraða karlmennsku í jákvæðu ljósi. En á aftur að mér, þá er þetta vandi samfélagsins ekki Love Island Íslands. En til að líta smá á björtuhliðina, þá er Ísland í risa herfer að sporna gegn eitraðri karlmennsku og mun Love Island Ísland ekki einmitt sína hvernig Ísland samfélag er. Haldið að fólk sé að fara með fræðslur eitraða karlmennsku í alla grunnskóla sem forvörnir, hryllingur, Love Island Ísland verður veruleika. Nei. MR spurði Love Island Íslandi hverju þið myndi breyta. Hvað meinar Nína? Þetta er bara good shit TV. Þetta þarf ekki að umbreyta Íslandi til þetta verði gert. Hverju breytir LXS? For you page-in hennar kannski. Herru, nóg það. En góði gestir, kynnsvörtu MR-ingarnir hérna heimlegin vilja ræna af okkur ekkert eðlilega góðu kontenti sem myndi lifa lengur í samfélagsumræðinni en uppistandi hans Fannas Halldórs í Ísland gott tal. Ekki leyfa þeim að komast upp með þetta. Ekki leyfa MR að stela af ykkur a fucking good time. Aðaldís, hún elskar a fucking good time. Aðaldís talaði í 3 mínútur 57 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða stuðningsmann andmælanda, hana Ísold Hamar. Þú verður 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Vitið þið hvað ég elska við Lofveld? Ég elska að það séu svo ógeðslega toxic og erfið þættir að mér þarf ekki að líða eins og lífið mitt sé toxic. Skiljið hvað ég á við? Vinkona mín er búin að vera heitt á gaur. Þau voru nýbúin að kynnast þegar þau gistu saman í 2 vikur streitt. Síðan var hann alltaf að gera smoothie fyrir hann á morgnana sem hún drakk að mann horfði á hann gera bicep curls. Allavega, þau eru búin að vera að gista, segist alveg vera coupled up þegar hann fyrir Keilu með boys. Í Keiluhöllinni hittir hann nefnilega stelpu sem er alveg eins og vinkona mín, nema hún er ljóshærð. Og hún náttúrulega ticks in all his boxes. Það er bara miklu meira his type. Fundarstjóri, dómarar, andmældur og góði gestir, núna eru þau ekkert coupled lengur og hann er alltaf að gera smoothies fyrir hina gæluna á morgun. Ekki nóg með það, þar hann alltaf að gaslýsa vinkona mína að hún hafi hætt með honum. Hringdi í hana brjálaður í gær að kalla hana druslu fyrir að hafa sofið hjá öðrum eftir að þau hættu saman. Þegar vinkona mín sagði okkur stelpunum frá þessu þá sendi Aldís af skilaboð í grúppchati sem voru svo way off. Oh my god, hann er samt svo sætur. Hann er örugglega bara að reyna að gera þig abbó. Aldís og vinkona hennar í verslunarliðinu fatta nefnilega ekki að hegðunin hjá gæjunum sem vinkona mín var að hitta sé svo langt frá því að vera í lagi. Þó svo að það getur verið gaman að horfa á þetta sjónvarpsefni, þá má ekki gleyma því að sé alvöru fólk að taka þátt í þessu. Það eru í alvöru dæmi svo galið andlegt ofbeldi í þessum þáttum, svo gróft einelti og svo sjúkar gaslýsingar. Fyrrum keppendur hafa stigið fram og sagt frá hræðilegri uppbót. Þetta er svo slæmt að Women's Aid, bresk samtök sem styðja við konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi, hafa þurft að stíga fram 3 sinnum til að fordæma hegðun þáttakenda og afskiptaleysis framleiðenda Lofveld. Því meira sé að framleiðendurnir rugla viljandi í hausnum á keppendum. Vissuðu til dæmis að það er engar klukkur í viljunni eða þátttakendur mega aldrei vita hvaða dagur er. Þetta er alvöru sálfræðilegt fyrirbæri sem er notað til að láta fólk missa alla tengingu við raunveruleikann. Þetta er hliðin á Love Island sem Verstó er ekkert að fara að tala um, það breytir því ekki og getur ekki aðskilið Love Island frá Love Island Ísland. Verstó, ef þið ætti í alvöru að byggja pólinn ykkar á því hvort það megi gera Love Island Ísland og að fólk muni horfa á þetta, það verður heldur betur brekka og hér koma svörin. Verstó, í fyrsta lagi þá má þetta. Það er enginn að fara að reyna það af neinum, en við erum auðvitað að fara að mæla á móti svona lélegri hugmynd þegar við ekkert tala um hvernig á að framkvæma þetta eða fjármagna og þið verðið að gera það eftir hlé. Verstó segir að fólk muni horfa á þetta. Verstó, þó svo að þið og vinir ykkur séu til í eitthvað að þér að geta eitthvað borgið sér, framboð, eftirspurn og skurðbúð. Hugtök sem verslingar elska að kasta fram en skilja engan veginn. Eigum við líka bara hendi Love Island Vatíkanið fyrst að 10% þjóðarinnar vilja. Það er að segja 8 perrafest. Enn og aftur Verstó, það eina sem við erum búin að gera í kvöld er að lofa hvað Love Island Ísland verður skemmtilegt án handbæra sanna. Það hafið fest í ykkur draumalandi í þessari viku og reyna að smita áhorfendur. Ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur budgetið. Íslandingar eru leiðilegir og Love Island hefur floppað í 90% af löndum sem hefur reynt að fara í. Það er nú að koma með alvöru staðreyndir til að bakka pólunni fyrir ekki við bara spár og spiðir. Verstó, nú skal ég fræða ykkur umkunn að vera morfíst í smá hvernig heimurinn virkar. Þegar hugmyndin léleg, framkvæmdin ómöguleg og útkoman enn verri, þá mælir maður ekki með því. Það er ástæðan fyrir að ljósmaður ykkur gerur skattalögfræðingar eftir fæðingar. Þið eru lifandi eftirmynd af slæmri hugmynd, ömurlegri framkvæmd og enn verri útkoman. Og Sólveig sagði að ekkert myndi breytast þegar Love Island kemur til Íslands. Jú, Sjónvarp Símans þurfti að leggja niður störf því það yrði gjaldþrota og það er bara ef þetta kemst á hugmyndina. Og Sólveig, auðvitað er heimurinn ekki að fara að farast, það þarf ekki til að mæla á móti. Staðreyndirnar benda bara á, ekki til þess að þetta sé hægt. Svo sagði Sólveig að Love Island hafi skilað 38 milljóna hagnaði. Sólveig, það er líka hagnaður frá Love Island UK. Það búa 60 milljónir manns í Bretlandi og allur heimurinn getur hort, enda er það á ensku.
Ísland miklu minna land og það ekki eins og íslenska sé alþjóðlegt tungumál. Sólveig sagði að 93% okkar myndi horfa á Love Island Ísland. Ok, breytir það þeirri staðreynd að við séum ógeðslega fámenn og enda færri talið tungumál. Góðir gestir, það getur verið í fínu lagi að mæla með sjónvarpsþáttum í ræðukeppni. Jafnvel þó svo að hugmyndir sé heimskuleg eða óframkvæmanlegar. En þegar samtök sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi þurfa reglulega að gefa fram yfirlýsingar sem fordæma sjónvarpsþætti, þá ekki góð hugmynd að gera íslenska útgáfu af þeim þáttum. Ísold talaði 3 mínútur og 54 sekúndur. Nú hlýja. Hver að gera þig á Vestló? Hver að gera þig á Vestló? Það búið að slökka á þessu. Heyrist ekki í mér. Það búið að slökka. Pétur, ég geta ekki. Hrannar! Hver að gera þig á Vestló? Já. Ok. Halló. Halló. Heyrist ekki neitt, sko. Þannig þið ekki að fara að sýna þetta núna? Einhver hérna sem getur kveikt á þessu? Ég að pissa í buxurnar, sko. Nei, sko, þetta ekki... Sko, það ekki þannig að ég, sko... Jakob og Klara var að gera mismunandi hluti. Það ekki þannig að ég starta tíman eftir að ég segi þú hefur 4 mínútur? Það ekki? Þú veist, hún talaði að leið og ég kem upp í pontu, þá starta hann á tíma. Það meikar ekki sens. Já, nei, það munar alveg, sko. Áðan voru leiðinni bara 40 sekúndur, sko. Ég get ekki kennt þetta nema ég sem hljóð. Halló. Það verður að fara að frumsýna lög 12:00 hjá Vestló og Ludo hjá MR, þannig að ekki fara á langt.
Hvenær byrjar svo veislan? Ég er aðeins að hugsa. Byrjar það ekki á? Klukkan er þetta orðin 7:30. Ætli ekki að fara að gera okkur tilbúið. Já, við skulum fara að gera þetta tilbúið. Bara gleymdi mér að ég á þetta. Stopp! Byrju... Ha? Það má ekki byrja strax. Nei. Já, renna upp! Renna upp! Anna dótturinn. Ha? Bakka þú. Nei, bakka þú. Það var ekki þú. Hvað viljið þið? Er ekki svona partí? Hvað þið ekki með? Já. Já. Já, ég er með þessa eðlisfræðibraut. Ég ekki að fara heim með það, en með númer 1 í hjartastað. Við erum inn í bláa sal og syngjum öll í takt. MR-ingar, MR númer 1, alltaf númer 1, alltaf númer 1, alltaf númer 1, já MR númer 1, alltaf og syngjum öll í takt. MR-ingar, já syngjum Við erum númer 1, það mun aldrei breytast neitt. Lífið leikur endalaust við mig. Þú veist að ég er með það og það er sama hvað. Ég mun aldrei hætta að hugsa þig. Sækir sig glaður, áttum alltaf þennan bleikar kamir. Á minn svona slettur, sjálf hvað það er gott að vita. Stemning í bláa sal, ég og öll en blað. B.I.M.B.M.R, kallið mig það. Ég ekki að fara heim með það, en með númer 1 í hjartastað. Við erum inn í bláa sal og syngjum öll í takt. MR-ingar, MR númer 1, alltaf númer 1, alltaf númer 1, alltaf númer 1, já MR númer 1, alltaf og syngjum öll í takt. MR-ingar, já syngjum Ég og þú saman, ég og þú. Alltaf jafn gaman, ég veit að þú segir ekki neitt. Ég veit að þú verður alltaf númer 1.
byrjar svo veislan. Mér er aðeins að hugsa. Byrjar það ekki á? Klukkan er enda orðin 7:30. Að líka bara gera okkur tilbúin. Já, við skulum fara að gera okkur tilbúin. Það gleymdi mér alveg á mig. Það er komið starið fyrir. Er ekki við svona partí? Jú, þú vil. Banka þú. Nei, bakka þú. Þetta var ekki til boðið. Hvað viljið þið? Er ekki svona partí? Hvað er þið ekki MS? Já. Já. Já, ég er með þess að eðlisfræðibraut. Mælandi svo ekki tala við mig. Ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta og við þig. Farðu fokkin burt, get ekki hort á andlitið þig. Það er ekki of seint að skipta. Ameríkar eru ekki á besta lista. En þetta lenda er bara svo þau skýja. Lópa beisa stífur finnast ekkert skrítið við það. Let's go.
Ef við ekki bara fara að byrja þetta? Bíðum bara eftir liðunum og dómurunum. Erum við ekki að byrja þetta? Það er bara að kynna frá... Ég vil byrja frumælanda, meðmælanda, annars Sólveig og Áróru. Við bótið. Ég verð að biðja að koma í pontu núna. Já, dagur 3 í morgunskeppninni og þetta er bara ógeðslega skemmtilegt sko. Frábær liðsheild og stemming í liðinu bara ánum þér sko. Anna María Alla Vísvandi. Má ég segja bara allt sem ég er að hugsa í þessu helgi? Af hverju er Anna aldrei í fucking skóm? Er þið búin að minnast á lyktina? Liðsheildin. Ég myndi ykkur að taka 8 stelpur og setja þið saman í eitt herbyggi með ógeðslegri táfýlu og 3 karlmennum sem halda þessu jafn gamlir og við. Hvernig haldið það það sé? Þetta er bara geðveikt dæmi. Við erum með tjúlla þjálfara og geggjur liðsheild og þetta er bara sturlað yfir höfuð sko. Djöfull var vond lykt af Kristjáni í samverðuleginu. Já, mér langar að þakka Arend, Geir og Ísari fyrir að hjálpa mér uppgötva það að ég er með fucking bullandi valdafræði. Ég held að halda okkar þessi siðblindur. Hvað gerir liðsstjóri? Allt. Af hverju er ég ekki með hann? Mæta. Liðið vildi eiginlega bara hrynja á mig. Það myndi allt fara á kór, sko. Þetta er bara fucking kvenna. Myndi ég gera það aftur? Veit það ekki. Myndi ég þurfa að borga fyrir það? Já. Vá, herbyggið er actually snilt. Ok, spennt að heyra hvað stelpunir það að segja bestu viku lífs míns. Anna, ekkert
ekkert eðlilega myndgala. Viva Vestló, hei, Viva Vestló. Nína. Velkomin. Velkomin til ég. Til það. Fundarstjóri, sérðu ekki hvað þetta yrði fucking mikil snilld? Hversu mikið quality content þetta yrði? Jú, ok, þetta er ekkert flókið dæmi, en skiptir það einhverju máli? Þarf þetta að vera eitthvað flóknara til þess að M-menningar horfi? Nei, ég er alveg vissum að það er nákvæmlega eitthvað svona sem fólk verður til að horfa á. Ok, stopp með þess. Það er nefnilega það. M-menningar eru bókstaflega að ljúga til að vinna einhverja morfískja. Við erum búin að leyfa ykkur að njóta vafans í heila umferð, en þetta meikar ekki lengur sens. Góðu gestir, á skjánum sjáu þið hver raunveruleg skoðun MR er í þessari umræðu. Hits, Love Island á Íslandi, Love Ísland. Hversu lágt þurfum við að fara til að ekki bara ljúga að sjálfum ykkur, heldur ljúga að öllum hérna inni undir einhverjum fáránlegum formerkjum. Þið hafið getað samið bókstaflega öll umræðefni, en þetta er að þau völdu. Og nei, góðu gestir, þetta er ekki photoshopað, þetta er alvöru tweet. Þið getið tekka á sig, @NínaFKN_Tryggva. Sjáu ekki hvað þetta er astalegt? Sjáu ekki hvað það er astalegt að gera sjónvarpsþátt sem er ekki til að einhverjum píslavotti fyrir öll heimsins vandamál? Og holy shit, hvað það er lélegt að ætla síðan bara að gatekeepa þessa snilld fyrir öllum hérna inni. Af hverju má fólki ekki sjá þetta? Viljið bara allir sjá þurrir og tilhugaða líf virkar? Hvernig eigum við að trúa orði af því sem lið MR segir þegar það var augljóslega verið að ljúga að öllum hérna inni? Því það er enginn hérna inni, ekki einu sinni MR-ingar sem eru raunverulega sammála því að Love Island Ísland væri ekki bara einhver snill, að það væri ekki bara legend bara. Því að það er ekki svona flókið. Og þó þið vilja halda áfram sem leikþætti, þá getið þið ekki flúið þá staðarinn að það þarf ekki að horfa það sem er í sjónvarpinu. Þetta væri bara ein stór veisla og það vita það allir hérna inni. Hvað er næst? Ætlar að halda okkar að þykjast fyrir andvígur hvalveiðum? Ljúga því að hann hati Lúdó eða hann hafi ekki kúkað upp á baki í markinu? Hvað í fokkanum hafið að fela? Á síminn einhvern skít í ykkur? Hótaði einhver fjölskyldun ykkar og skipaði að ljúga á fólkinu hérna inni? Hver er eiginlega stefnan hjá ykkur? MR, við erum ekki hér að mæla með einstaka dæmum sem hafa gerst í Love Island, heldur erum við að mæla með að gera þetta konsept í íslenskri framleiðslu. Getið ekki tekið hluta af heildinni og dæmt heildina. Þessi þáttur er ekki til, MR. Ísolt, síminn er í 38 milljarða hagnaði í dag. Þau geta alveg sett upp á Love Island ef þeim sýnist og samt verið í 36 milljarða hagnaði. Svo sagði Ísolt að sambandi í Love Island verður toxic og hefði slæm áhrif á samband áhorfenda vegna þess. Þetta er raunveruleika svo að punga drikka, eitthvað sem endurspeglar þann raunveruleika sem við lifum í, ekki öfugt. Raunveruleikin er ekki fullkominn og það eru allir meðvitaðir það. Þetta er ekki flókið dæmi. Love Island er snill. Þau toxic sambönd sem þið eru að tala hafa ekkert að gera með það hvort við gerum íslenska útgáfu á Love Island eða ekki. MR, við viljum þáttinn, Salurinn vill þáttinn og ég veit að Nína vill þáttinn. Eina sem þið þurftu að sanna var að Love Island Ísland væri ekki skemmtileg hugmynd. En þið getið það ekki, svo þau grípið í þau ráð að tala andlegt ofbeldi til að láta fólk vorkenna ykkur. Hversu langt þurfið að fara? MR sagði að Íslendingar væru leiðilegir. Þau eru að tala ykkur, sko. Leiðilegir. Þau eru að tala ykkur. Vá, MR, a way to please the crowd. Er það bara ég, eða skrítið hversu gröf Ísoldir í Love Island Vatikani? Geggjað, MR, mælum með Love Island allstaðar í heiminum, nema á Íslandi. MR, þið talið einelti og segja þessi slæm, en eru svona mesta bulli í liðin ykkur. @NínaFKN_Tryggva. Ísold myndist á það og svo fáið skilja íslensku, þannig að það myndi ná þess að kalla. Fokk, ég var að muna, ég get ekki okkar manni hæst því að það er á spænsku. Nei, býtu, ég er með heilafrumur og bara texta á skjáin svo ég skilji. Love Island hefur verið satt upp í 25 löndum og allir tala sín tungumál. Þetta væri ekkert meira vesen á Íslandi. Eða hvað? Vil ég frekar hafa þetta einhverju ömurlega enskum íslenskum hreim? I am really feeling funny flutters right now. Okkur er drullu sama öll útfærsluatriði. Leyfið okkur að fá quality content til Íslands. Ísolt sagði í alvörunni að Love Island hefði floppað í 90% löndunum. Er þetta veik? Hvað kjaftaði er þetta? Þetta hefur verið sett upp í 25 löndum og ekkert floppaði neinstað. Hættið að fressa einhverjum tölum sem er ekki sannar og komið með rök. Ísolt sagði að það þyrfti að leggja niður störf hjá Símonum. Fyrirgeðu, hvar fékkstu þær upplýsingar? Þetta er bara eitthvað bull. Ég er fólk hlæja ekkur, MR. Jesus Christ. MR, verðum það síðast. Góði gestir. Þá minn ykkur á nokkuð sem ég nefndi í fyrstu ræðu kvöldsins. Sama hvað MR-ingar segja í kvöld, þá er þetta sára einfalt.
þá myndu allir hérna inni, nema þau, horfa á þetta. Því þetta væri bara gullsér, þáttur. Ekkert meira, ekkert minna, og það er það sem er svo geggja við. Þetta yrði ein stór snilld. Sólveig talaði í 4 mínútur og 56 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða frumælanda, meðmælanda, andmælanda, Halldór Kára, þú hefur 4 mínútur. Fundarstjóri, ég veit að ég er í MR, en þessi ræða er, þú veist, ekki fyrir MR-inga. Nei, þessi ræði fyrir alla kongan í Versló.
Verslinga sem elska að græða pening, kjósa alltaf blátt og alltaf beinustu leið í fjármálaverkfræði háar eftir útskipta. Ég meina, ég er alveg smá eins og þið. Ég meina, ég er fæddur og uppalinn á Nesinu, mér finnst Wolf of Wall Street vera langbesta mynd allra tíma og ég er ennþá börn. Nú það sem er svo smá leiðilegt við þessa ræðu er að hún mun snúa Vestló-punkunum á móti sínu eigin liði. Því að það er eitthvað sem ég veit að verslingar hata, þá er það allt sem er ríkisstyrkt. Nú er það að hugsa, Halldór, það er ekki sjens að ríkið myndi styrkja Love Island 100 milljónir króna. Það væri fáránlegt, sérstaklega á meðan stýrivextir í ruglinu og verðbólgan í bullinu. Og ég veit, það er fáránlegt, en þannig virkar hlutirnir á Íslandi. Allt íslensk sjónvarpsefni sem er framleitt var nefnilega alltaf endurgreiðsla á framleiðslukostnaði frá ríkinu. Ef við ræða stórt verkefni eins og Love Island Ísland, þá væri endurgreiðslan 35% af kostnaði. Meira en 1/3. Munið hvað Love Island kostaði í Bandaríkjunum í fyrra. 4 milljarðar. Ef Love Island Ísland myndi bara kosta helminginn af því, þá myndi ríkið samt þurfa að greiða út 700 milljónir króna. Gerið ykkur grein fyrir því hvað 700 milljónir króna er fucking mikill pening. Við skulum setja þetta í saman. Fyrir 700 milljónir geti ég til dæmis gert 5.000 kall í kassan á hverjum degi í 400 ár. 700 milljónir myndi líka duga til að kaupa nýlega Hyundai 10 bíla fyrir hvern einasta nemenda í Vestló og við getum líka rekið barnaspítalar hringsins og Píetasamtökin í heilt ár með þessari upp. 700 milljónir. 700 milljónir kostar almennings fyrir sjónvarpsþætti sem að enginn nema þið er að biðja um. Og svo Vestló segir að Love Island Ísland sé endalaust gaman, þá mun ekki ná að sannfara mitt þetta inni um að þetta sé þess virði að láta ríkið greiða fleiri 100 milljónir á bull sem er að mæla mig. Þegar ég áður byrja á svarapakkanum þá ætla ég að fara að svara bara mestu lygi sem ég hef heyrt. Sólveig sagði að sjónvarp Símans hafi skilað 38 milljarða króna hagnaði í fyrra. Já, einmitt, jafnmiklum hagnaði myndi kosta að reka Landspítalann í 10 ár og jafnmiklum hagnaði og Marel og Íslensk erfðagreining til samans. Hættu þessu fokki kjafta. Vestló búið að vera að afsaka ógeð sem þrýstir Love Island með því að segja að Love Island sé bara framhald af samfélagi. Vestló vilji gefa ógeðinu sem fara að viðgangast í samfélaginu enn stærri vekk. Þetta er versti punktur sem ég hef. Slæm samfélags staða réttlætir ekki það að gefa vandamálum stærri vekk. Alla fyrir við Vestló verið að tala um hvað þessi góð hugmynd og við sem bara reyna að banna þetta. Í fyrsta lagi þá er þetta ekki góð hugmynd. Allt íslenskt rómantískt raunveruleikasjónvarp bendir til þess að þetta myndi ekki ganga upp. Í öðru lagi þá ætlum við ekki að stoppa þetta. En þetta er bara ekki sniðugt, þetta er bókstaflega óframkvæmanlegt og ömurleg hugmynd. Og alla fyrir skautuðu fram með því að þetta sé bókstaflega ekki hægt. Það eru bara ekki til peninga fyrir þessu. Þið getið ekki lofa því að þetta verði svona ógeðslega skemmtilegt en þið getið ekki sanna að þetta sé hægt. Love Island Ísland myndi kosta svo mikið til að hægt sé að framleiða það þarf markhópurinn að vera í minnsta lagi 1 milljón manns. Það þýðir við þurfum að fæða 450 börn á hverjum klukkutíma í heilt ár bara til að geta staðið undir kostnaði. Fjármagn er nefnilega ómissandi hlutdeild af framkvæmd þáttanna og þið getið ekki sýnt fram á hvernig þetta getur gengið upp. Fjármagn er ómissandi hluti af framkvæmd þáttanna og þið getið ekki sýnt fram á hvernig þetta getur gengið upp. Ég vil fá sundurlega kostnaðaáhrif frá ykkur í næstu ræðu og ekki einhverja lygi annars eru búin að tapa. Vestló, nú hefur við sýnt fram á að hugmyndin sé ömurleg og hefur sýnt fram á að framkvæmdin er óframkvæmanleg og að útkoman væri enn verri. En þið, ykkur tókst að mynda 4 ræður um að þið haldið kannski mögulega að þetta verði eitthvað sem fólk muni horfa. Vestló, þetta er rökræðakeppni og því miður fyrir ykkur byggir á staðreyndum og rökum en þið á ömurlegum getgátum sem getgátum. Og gestir, þessi keppni verður hálfnuð en ég held að Vestlóliðið sé ekki ennþá að skilja með eitthvað að mæla með. Þeir eru að mæla með íslenskri útgáfu af softcore porn raunveruleikaþáttum sem eru óframkomlegir, hafa enga eftirspurn sem kom frá Nínu og eru virkilega skaðlegir eins og vísindum. Ef það allt dugði ekki fyrir verslingana, þá hlýtur mörg 100 milljóna kostnaðar fyrir íslenska ríkið að vera síðasti naglinn í líkistöðu. Þið fengið þögn í salinn.
misskilningur á hann á tímanum. Vestló talaði vissulega í 4 mínútur og 4:56. En það má ekki tala svo lengi. Vestló verður ekki dregið niður fyrir þessi stig. Bara fyrirmæli. Halldór Kári talaði 3 mínútur og 54 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða meðmælanda hana Önnu Sonde. Þú er 1 mínútu.
Fundarstjóri, ég var 10 ára þegar ég heyrði fyrst af MR. Þá skildi ég ekki, núna skil ég. Ég veit af hverju MR hatar Love Island. Ég veit af hverju MR hatar verslinga. Þau hata bara heitt fólk. Nei, svo er í alvörunni. Þetta er eina rökrétta útskýringin. Ameríkar höndla bara ekki að þeir fá ekki að ríða nema innan eigin nefndar eins og einhver stjúpsískin á ættamóti, #Sifjarspell, #2 á punktnum. En viti, ég skal sanna fyrir ykkur af hverju MR vill ekki Love Island Ísland. A. Þau eru athyglisjúk svo þau vilja komast í þættina. B. Þau eru samt hræddu að fara í pröfur því þau eru með félagsfælni. Og C. Þau eru hræddu að komast ekki inn því þau eru ljót og sökka. Og A plus B plus C sem D til að banna þættina og passa að enginn sjáu heitt fólk bara svo enginn skyldi dirfast að bera sig saman við þau. Q.E.D. fyll í kassan og ég er búin að sanna þetta dæmi. Þú veist, völdu þið að vera á móti Love Island Ísland bara til að drulla yfir heitt fólk? Emma, af hverju getið ekki bara samþykkt fólk eins og það er? Af hverju má heitt fólk ekki bara vera heitt á þess að sé dregið niður eða reynt að skemma þau? Ég veit alveg að Kendall Jenner er heitar en ég, en það þýðir ekki að ég vilja drepa Kendall bara svo hún posti ekki myndum á Instagram sem að kærastinn mig getur séð. Ok, þetta er augljóslega smá hæðni en MR, alveg, ykkur er ekki svona allt þetta. Halldór Kári horfir á endalaust á klámi og er hvalveiðimaður og Nína er bara bull. Það þekkir reyndar enginn hamarinn þannig ég get ekki fullyrt neitt hana en mér finnst eiginlega grátlegt að þið séu að klína samfélagslegum göllum á þætti sem eru ekki til að vinna einhverja morfískeppni sem skiptir heldur engu máli. Það er hlutir sem skiptir ekki máli. Leikhópurinn Lotta kom upp í pontu og sagði að ríkið myndi bara styrkja það. Nei, Halldór, ríkið fjármagnar ekki LXS og æði. Þetta er fucking kjaftæði hjá okkur. Hætti að reyna að vera með eitthvað ego-guilt-trip okkur, með eitthvað barnaspítala kjaftæði. Munið, kæri gestir, þau elska að ljúga. Takið eftir því að MR er ekki búin að svara fyrir því að hafa logið þær. Persónulega finnst mér asnalegt að mæta mér upp í pontu og ljúga fullum sal að Love Island Ísland sé eitthvað annað en bara fucking veistla. Og nota svo fegurðarstaðla sem eitthvað tól til að vinna ræðukeppni. Hversu desperate þarf það að vera til að nota sársauka annarra til að vinna ræðukeppni? Halldór sagði að það værum einu sem finnst þetta að vera góð hugmynd. Gaur, þú ert með impostor í liðinu. Nína is kind of sus. MR hafa í allt kvöld verið á móti Love Island Ísland en nú segir Halldór að þau vilja ekki stoppa þetta. Hvað í fokkanum, Halldór? Hélst þú væri betri í morfís en þetta? MR, þið standið engan veginn verðum eitthvað pót. Þið getið ekki bara mætt á móti Love Island þegar það hendar og taka svo harða afstöðu gegn íslenskri framleiðslu á þættinum. Við erum búin að brjóta niður alla veggina ykkar og þið ættið að gera ykkur tilbúin í tap annað árið í röð. Þetta er búið! Vá, Halldór, takk fyrir að hrútskýra fyrir mér að 700 milljónir er mjög mikið peningur. Halldór sagði að það þyrfti að vera 1 milljón íbúar í Íslandi til þess að þetta myndi ganga. Það eru 500.000 mann sem búa á Möltu en samt tókst þeim að gera þetta í Love Island. Halldór, fæddust þið svona ófyndin er það kannski líka Love Island að kenna? Halldór sagði að Love Island Ísland væri óframkvæmanlegt. Óframkvæmanlegt? Hvernig? Þú getur ekki bara sagt eitthvað svona þess að rökstjaði það. Farðu fokkin heim! Úff, vinir, MR halda bara áfram að ljúga. Halldór segist vera virgin en hann elskar Lúdó. Eða Arriva Lúdó. Góðu gestir, staðreyndin er bara svo að þetta MR-pakk er bara aflýst. Þau vita að þau myndu aldrei komast inn í þættina hvorki út frá útliti en ég persónulega. Því þau eru bara með. Þau eru bara eitthvað að gráta og frussa og mamma er að tussa. Ja, nei, ekki mamma Halldór Kára, hún er algjört mild. Anna talaði í 3 mínútur og 53 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða andmælanda hana Nínu. Þú hefur 4 mínútur.
Hvað eina... Halló. 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 Núna. 30 sekúndur. Fundarstjóri, ég kastaði egg í gólfið og eggið brotnaði. Spes. Ég kastaði öðru eggi og það brotnaði líka. Ég veit alveg ég fjall á stúdentsprófi í eðlisfræði en ég held ég sé farin að sjá þetta munstur. Þetta er rosalega skrítið. Ég hefði kannski lóki að hætta að kasta eggjum fyrst að vestingarnir eru svona tryggjast. Muni eftir íslenska bachelor. Nei, það er líka mjög skiljanlegt því að flestir hérna inni voru ekki svona orðin að hugmynd þegar þeir komið út. Skjár 1 gerði sem sagt eina seríu af íslenska bachelornum árið 2005 sem floppaði meira eldur en haldurkar í fótboltaleiknum á miðvikudaginn. Og síðan þá hefur aldrei verið gerð íslensk útgáfa bachelor aftur. Eðlilega því að þetta var ekki góð hugmynd og hún gekk ekki upp. Það hafa verið gerðir svona þættir síðan. Ástarflugi, timburlaun, djúpalaun og svo framvegis en alltaf endar þetta eins. Ein sería búin til og aldrei aftur. Það eru engin svona þættir í gangi í dag. Málið er að flestir sem læra að egg brotna þegar þetta er í gólfið fatta að gera það ekki aftur. Vestlóstelpurnar, þau fatta hins vegar ekki. Það sé alltaf rómantísku raunveruleika þættina sem hafa ekki gengið upp á Íslandi og hugsa Ok, stelpur, hvað með bara meira af softcore porn raunveruleika þáttum fyrir 2 milljarða? What the hell, stelpur, það brotnaði aftur. Nei, ok, ég er með þetta. Hvað með bara Ísland? Æ, fuck my life, stelpur, það brotnaði aftur. Nei, Love Island. Allir eru svona frændsystkini. Jesus Christ, stelpur, ég er farin að halda við skiljum bara ekki rökfræðilega afleiðingu alheimsins. Mér finnst mjög leiðilegt að þessi keppni hafi endað í getgáðum skoðunum í stað standardita og vil ég þess vegna ekki mæta okkur í peningum. Þessar legur eru umkunnum verið flótti og þið vita að þið geta ekki svarað þessu. Vestló fullir endalaust að þættirnir munu verið skemmtilegir. Þau láta því svo að þetta sé að besta sem hefur komið fyrir Ísland síðan bæjarins bestu fór og bjóða upp á 4 pylsur og 2 kók á aðeins 2000 krónur. Þetta er ekki svona frábært, stelpur. Þetta er bara
óraunhæft og dýrt verkefni sem enginn að sýna áhuga á af góðri ástæðu. Þetta svona típist hobbymál hjá Kristjáni Loftssyni þegar hann vill eyða pening. Og Anna, ég veit alveg ég annað pressið þitt og þú sért playing hard to get, en hætt að reyna að vinna svo ég. Sólveig sagði að enginn gerði Love Island Ísland, það floppað. Ok, þannig Love Island Albanía, Írak, Danmörk og öll þau lönd sem hafa bara búið til eina seríu floppuðu ekki. Anna sagði að ríkið endurgreiði ekki Etlagsæs og æði og myndi því ekki endurgreiða Love Island Ísland. Verkefni þarf að kosta ákveð mikið til þess að það sé endurgreið og ég get sagt þér það að blogg sem fólk uppfyllir ekki þennan kostnað í alvörunni hætti þessu buddi og stelpurnar hætti ekki að finna afsökunar fyrir því að samfélagsvandamál eru sýnd í Love Island. Þannig að þið viðurkennið sjálfur að þetta sé ekki gott en fyrir ykkur bak við að þetta hafi alltaf verið til. Svo sagði Sólveig við mættum ekki tala andlegt ofbeldi og fegurðarstaðla innan þáttina. Stelpur, þetta er hluti af þessu. Þið eru að mæla með þessu og fara að gera það, please. Svo hætti stelpurnar ekki að segja að við getum bara sleppt í að horfa á Love Island. En stelpur, ég get alveg sleppt í að horfa á kláminn, ég mæli samt á móti því. Svo sagði hún að toxic samband ætti ekki að stoppa íslenska framleiðslu á Love Island. Ætlarðu í alvörunni að líta fram hjá þessu bara til þess að geta horft á Love Island, ekki mjög girls af þér. Kæru verslingar, hvað ætlið þið að gera þegar Love Island Ísland er búið að fokkast upp eins og allir hinir íslensku raunveruleikar? Það var bara aftur, einu sinni enn. Það er bókstafleg skilgreining á heimsku að gera sama hlutin aftur og aftur en búast við annarri niðurstöðu. En Vestló ætlar samt að mæla með enn einum raunveruleikaþættinum og vonast eftir annarri niðurstöðu. En Vestló, ef þú kastar ekki í björðina, þá rottar það. Nína talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Júlía! Jæja. Flott. Næstu í pontu vil ég bjóða stuðningsmann meðmælanda, Hanna Aldísi. Þú hefur 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Þú hefur 30 sekúndur. rætt mikilvæg málefni eins og hvað yrði urðað og hvað fólkið í kringlunni hefur að segja. Þetta eru hluti sem skipta máli, en nú koma alvöru rök. Ekki seinna vænna því, jú, þetta er seinasta ræðan okkar hér í kvöld. Málið er að... Baldur! Oh my god, Baldur! Ég elska þig líka! Vá, Baldur! Og þú líka! En vinir, Lofaland Ísland er bara þættir sem að er ekki til og... Ok, já, svo til í það. Vinir, ég myndi ekki skrá mig í Lofaland Ísland en það erum við Baldur nú komin á fast. En Anna myndi kannski vilja gera það. Og af hverju má hún það ekki? Og það er þessi lína. Af hverju má það ekki sem er bara svolítið heila fokkin umræða? Af hverju vil ég setja lögbann á Lofaland Ísland? Af hverju má síminn ekki bara framleiða þetta ef síminn vill framleiða þetta? Af hverju má ég ekki bara horfa á þetta ef ég vill horfa á þetta? Og af hverju eru svona fokking leiðinleg? Það var ekkert í húfi þessari keppni. Þessi þættir, þeir eru ekki til og verða pottþétt aldrei til. Þeir væru samt örugglega skemmtilegir eins og við í Vestló erum búin að vera einhverja á. En MR hafi allt kvöld verið að mæla á móti grunnasta og saklausasta umræðefni sem til er og mála það upp sem eitthvað afsprengi Satans. Þau láta eins og framtíð kvenréttindabaráttu standi eða falli með framleiðslu. Þau halda að þau séu að vera rosa göfug, en þau eru bara að slást á röngum vígvöldum. Þau eru bara að berjast við vindum. Fokk, Nína! Hún kom aftur upp í pontu og sagði, en hvað er þetta floppar? Ok, hvað þá? Nó, dómdi yfir góðir, afleiðingarnar eru svo gífurlegar engar að við getum ekki talað um það. Og Nína talaði um að Lofaland Ísland ýtir undir samfélagsvandamál. Ok, MR, viljið taka hennar slag? Raunveruleikasjónvarp er raunveruleikasjónvarp.
Þetta er bara TV sem í staðan fyrir að vera með söguþráð galdrakall eða eiturlyfjasmygl að þá endurspeglar það okkar veruleika. Samfélagsvandamál standa ekki né falla með íslensku seríu Lofaland. Þið verðið þá að mæla móti þessum veruleika sem við lifum. Ekki sjónvarpinu sem varpar þeim veruleika á okkar skjá. Nína, viðurkenndu það bara að við fokking jörðum þig. Gerðu sjálfur greiða, hætt að kasta fokking eggjum. MR, hætti nú að tala sifjaspell. Það er enginn hérna jafn spenntur fyrir þig og þið. Ríði bara frændi ykkar eða eitthvað, en please að hætta að blanda þessu inn í umræðuna. Þetta er orðið smá skrítið. Nína sleppur að horfa á klám, en mælir samt á móti. Ég get líka sleppið að horfa á mömmu þína, en ég mælir samt ekkert á móti henni. Það er ekki allt svona fokking svart-hvítt. Vá, vel gert Nína! Nú ertu komin nálgunarbann á Vestló með því að kasta þessum eggjum. Djöðu þetta fokking þreytt gælan maður. MR, þarf ég að minna okkur á eina stærstu staðreyndum umræðni kvöldsins. Þetta þættir er ekki einu sinni til! Vil ég hætta að gefa ykkur hvernig þessi þáttur verður háttaður og fara kannski í sturtu í leiðinni? Þið lyktið fokking í það. Nína sagði að þetta væri sami hluturinn á Bachelor. Nei, þetta er ekki Bachelor. Bara því þú vilt að þetta floppi, þýðir ekki að Lofaland mun floppa í alvöru, hlustið á ykkur. MR talaði að vilja ekki gefa ógeðum annan plattform. Hvað? Meira það seinna, en góðu gestir. Ég vil að við hafa eitt hugfast áður en við hlustum á seinustu ræðu MR hér. Sama hversu djúp eða reið Ísold verður, sama hvort hún grenji eða ekki, þá erum við að tala Lofaland Ísland, ekki hlýnun jarðar. Það er ekkert í húnum. MR, please, slaka aðeins á. Aðaldís talaði í 3 mínútur og 54 sekúndur. Næst upp í pontu vil ég bjóða stuðningsmann andmælanda, hana Ísold. Þú hefur 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. 1 mínútu. Þú hefur 30 sekúndur. Ég endurtek 30 sekúndur. Fundarstjóri, mér misboðið. Ég gjörsamlega gáttuð. Þessi málflutningur ekki bara lélegur, hann ógeðslegur og stelpurnar í verstu ættu að skamma sig. Ok, þetta ekki alveg svona gróft. Ég ætla ekki að fara að ljúga ykkur og halda einhverja hádramatíska ræðu þegar umræðinni Love Island Ísland. Ég veit alveg vel á þið öll að þessi þættir myndi ekkert umturna samfélagin okkar og stefna líf okkar til glötunar. En þeir væru samt ekkert geggjaðir. Eða þú veist, þeir væru ekkert til þess að mæla með. Hlutir þurfi ekkert að vera jafn slæmir og þjóðarmorð eða ungbarnadauði til þess að mæla á móti þeim. Nei, stundum bara nóg að þeir sökki frekar mikið. Eins og Love Island Ísland. Við hljótum öll að geta verið sammála því að þetta væri engin snilld, það ekki? Mér finnst þetta alveg frekar basic að mæla á móti þáttum þar sem þáttasöfnendur fá reglulega áminningar fyrir andlegt ofbeldi. Ég þarf ekki að koma hingað og predika yfir heilum bláum sal að það sé stefnt að mæla með þáttum þar sem ýtt undir útlitsþurrkun og hlutgerð. Það er líka fullt af dæmum sem við í MR höfum ekkert verið að grípa í. Keppendur sem hafa opnað sig að hafa verið pressaðir í kynferðislegar athafnir og fyrrum keppendur sem glíma við gífurleg andleg veikindi. Aftur, ég þarf ekki að útskýra hvers vegna þetta slæmt. Þetta bara frekar basic, það ekki? Eða hvað veist þú, þetta ákjósanlegu fórnarkostnaður? Ég veit að þetta bara einhver ræðukeppni í menntaskóla, en það ekki einmitt málið? Af öllu sem þið gátu valið ykkur að mæla með, þá völdu þið þetta. Þættir sem eru hvorki uppbyggilegir né góðir. Íslenska útgáfa af þáttum sem eru bara glataðir á frekar marga vegu. Verst að tala 3 hluti í allt kvöld. Þið ásökuðu okkur að vilja banna, að þetta veri skemmtilegt og að eftirspurnin sé mikil. Við erum búin að vera að svara þessu í allt kvöld, en það kemur einu sinni en fyrst til síðasta ræði. Það þarf ekki að vilja koma í veg fyrir eitthvað ef maður er á móti því. Ég myndi aldrei brjálast ef eitthvað myndi gera þetta, en það enginn að fara að gera þetta því þetta slæm hugmynd. Verst og tókst ekki að sína fram á neina ástæðu nema skemmtanagildi til þess að þessi gott að mæla með Love Island Ísland. Ykkur mistókst að svara fyrir andlega ofbeldi sem bara viðgangast innan hverjar einustu endurgerðar. Vegur skemmtanagildi svona þungt á móti því. Ég neita að trúa því að hafi einhver að trúa þessu fokking kjaftaði. Þau segja að eftirspurnin á Íslandi og Love Island veri mikil. Ég elska Ísland en við erum minn minnsta þjóð heims sem talar eitt fámennasta tungumál heims. Það engan veginn hægt að segja að eftirspurnin sé nægilega mikil. Er þetta einhver að verða gaslýsing á einhver sjálf til að trúa því að 670 views og 912 myndaði séu mikið? Aðaldís að við hefðum sýnt fram á svarthvítan pól. Og ok, þannig bjóða ekki upp á neitt neð annan nema skemmtanagildi og skauta fram hjá staðreyndu málsins í allt fokking kvöld ekki svarthvít. Hræst mig. Þeir hætti ekki að tala að Love Island Ísland endurspegla okkar raunverulega samfélag, en stelpur, hate to break it to you, en raunveruleikin ekki svona sætur og þið viljið varpa ljósi á. Þetta íta undir öll vandamál. Og svo svöruðu aldrei kostnaði Love Island, skammalegt. Og Aðaldís sagðist aldrei ætla að fara í þetta, en myndirðu mæla með því fyrir bestu vinkonina eða systurina að fara í þetta? Ég myndi alltaf ekki gera það. Ég held að verstuliðið hafi bara gefist upp á að reyna að svara pólnum okkar í hléi.
Þeir fengu bara ljósaperu fyrir ofan hausinn og ákvaða að byrja að ljúga restina af keppninni. Þessi flótti sem einkenndi alla keppnir seinni umferð var vandræði. Þið viti alveg að þið séu að ljúga og það hefði verið miklu heilbrigðarlegra að koma bara með alvöru staðreyndir til að styðja framkvæmd Love Island Íslands. Góði gestir, mér fannst það vera heiður að fá að keppa móti fyrsta ræðuliði versló sem innihaldi bara stelpur. Þvílík snilld. 8 stelpur í einu og sama morfísliðinu, en hvað ákvaður sér til að berjast fyrir í fyrstu keppninni sinni? Jú, íslenskri útgáfu af þáttum þar sem útlitsstyrkun, hlutgerving og andlegt ofbeldi í hávegum. Þvílík snilld. Ísold talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Keppninni lokið, þannig að þið sitjum núna bara í sætunum ykkar og við bíðum eftir dómurum.
tala við mig. Ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta við þig. Farðu fokkin burt, get ekki hort á andlitið þig. Það ekki of seint að skipta, en með ringa eru ekki að treysta lista. En þetta lenda bara svo að skilja. Lofa bensin stífir finnast ekkert skrítið við það. Ég sé enga þörn, ég ástæðu að raska friðinu strax.
Þessi skólar hafa gengið gegnum margt. Nýtum tækifæri til að fá að hefna fyrir allt. Verðum saman skólan sem við elskum. Við höfum fengið meira en nóg. Viljum finna hugaró. Þetta markar endalok hjá MR. Erum að gera öllum greiða, því MR munum eyða. MR-ingar eru eins, flestir ekki til eins. Lofa beisa latína, söka fatt, 10 tímar á hvern dag, höfuðverkur eftir það. Engin tími en það breytir því ekki. Eyðum MR, komum okkur af verki. Sterkari, stottari, vindum það vest og tökum þennan stað, viljum muna þennan dag. Vesto, 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 viva Vesto. Vesto, 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 viva Vesto. Hæfum MR beint í hjartastað. Í þeirra sögumunum setja strik og brjóta þannig blað. Byggumst ekki við að koma svona langt. Hugsum saman og tilbaka hvort við gerðum eitthvað rangt. Verðum saman skólan sem við elskum. Við höfum fengið meira en nóg. Viljum finna hugaró. Þetta markar endalok hjá MR. Erum að gera öllum greiða, því MR munum eyða. MR-ingar eru eins, flestir ekki til eins. Lofa beisa latína, söka fatt, 10 tímar á hvern dag, höfuðverkur eftir það. Engin tími en það breytir því ekki. Eyðum MR, komum okkur af verki. Sterkari, stottari, vindum það vest og tökum þennan stað, viljum muna þennan dag. Bara draumar, þeir loksins að rætast, loksins að rætast. Byrjum nýtt líf í paradís, því MR munum eyða, því MR munum eyða. MR-ingar eru eins, flestir ekki til eins. Lofa beisa latína, söka fatt, 10 tímar á hvern dag, höfuðverkur eftir það. Engin tími en það breytir því ekki. Eyðum MR, komum okkur af verki. Sterkari, stottari, vindum það vest og tökum þennan stað, viljum muna þennan dag. Vesto, 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 viva Vesto. Vesto, 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 viva Vesto. Elskar ekki að vakna klukkan 6, fá sér kaffi og smellu. Taka strætó, læra í honum spjallum, pólitík og gælu. Prófið í fyrsta tími, læt það ekki stoppa mig. Í latínu söfnunum, það mun sko ekki toppa mig. Ég vil hæst fyrir vegnum að háum stað, totalega dugum með 1000 fall. Í stundar smá serið, spenn sendingi SMS, læra alltaf heima og gleymi við stress. Hérna líður mér ekki vel. Ég á ekki heima hér. Af hverju MR? Jú, mamma var í læknisfræði og hún sagði að MR væri langt besti grunnur. Pabbi var líka MR og hann sagði að það væri bara 1 skóli á landinu. Það er 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 bara fucking 1 skóli á landinu. Það er bara 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 fucking 1 skóli á landinu.
sem er leiðilegt í MR? Nei, leiðilegt er svo leiðilegt orð. Ég kýs heldur að nota orðið ekki skemmtilegt. Já. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara fokkin einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Fokkin einn skóla á landinu. Komið með mér í heilsueflandi framhaldsskóla, draumahöll og fögur paradís. Viljið þið að á ykkur sé hægt að stóla í kjarna íslensks verslunarlífs? Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara einn skóla á landinu. Það er bara fokkin einn skóla á landinu. Það er bara 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 fokkin einn skóla á landinu. Ég veit þú manst eftir deginum þegar þú tókst ranga ákvörðun, en núna veistu vel, elsku Samúel, að við munum bjarga þér. Var Stalin uppi þeirra réttri trú, en þínu huga var breytið nú. Þú takir færi fær hér í Vestlóa, ekki kasta því á græn. Þetta var í alveg skólhætt, tíu skyldi bróðir vindur ekki boðlegt, no. Skulum standa saman bræður, skulum klæða hemmin eftir mig. Lækka! Skulum standa saman bræður, muni jafna hann og gjörðu. Halló. Þetta lið komið inn í sal. Takk. Þið megið koma inn. Og lið MR. Ég ætla að nýta tækifærið og þakka fyrir mig og sömuleiðis hrósa Jakobi og Klöru. Og gefa dómaranum orðið þegar lið MR er komið inn. Hvað svona margir parnir eða? Eru þið bara öll hérna út í köntunum? Hvað liðið MR? Þetta dómarar hafa aldrei verið svona fljótir að reikna stíðin, það var að tekið svona 20 mínútur. Við vorum beðin að vera fljót, en við hlýttum því.
þetta mjög fljótt. Ég vil bara fyrst þakka báðum liðum fyrir rosalega góða keppni. Ég elska skemmtileg umræðefni sem eitthvað annað en Sameinuðu þjóðirnar að bregðast hlutverki sínu eitthvað þannig sem búið að vera í úrslitum og eitthvað. Þetta, já, fyrir fólk með ADHD sem eru allir í morfís, þá það bara ekki að gera sig í heila viku. Allavega. Ég ætla að byrja á ræðumanni kvöldsins. Ræðumanni kvöldsins var með 585 stig, var 20 stigum herri. Ræðumanni kvöldsins Nína. Nú aðalmálið. Stiginn hjá liðanum var annars vegar 1511 stig á móti 1587. Það hefði í móttis segja það. Stigamunur var 76 stig og sigurliðið var MR! Fuck you!